Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi í vetrarbyrjun. Við höfum setið hérna frá því að COVID byrjaði að reyna að skilja COVID-faraldurinn, COVID-kreppuna sem að fylgdi faraldrinum og samfélagslega upplust sem að mátti víða merkja og svo ýmisleg mál sem að eru í deglunni fyrir og eftir COVID og kannski að sumu leyti að það er svona skýru línur sem að hafa dregist í samfélaginu út af COVID og kreppunni sem að kannski taka enn frekar á dagskrá. Og eitt þeirra mála er á dagskrá kvöldsins, það er stjórnarskrá, nýja stjórnarskráin sem kölluð hefur verið og kannski gamla. Þannig að við ætlum að reyna að glögga okkur á stöðu þessa mála, hvað er í nýju stjórnarskráni sem að er til bóta og er áhugavert, hvað er það sem er í henni sem að stendur í öðrum, hvers vegna er ekki að koma þessu í gegnum þingið, getur þingið afgreitt þetta, þarf að finna ykkur aðra leiðir til þess að afgreiða þetta. Til þess að ræða þetta eru komin hingað saman Ragnar Aðalsteinsson lögmaður, Gísli Tryggvason sem er líka lögmaður og Arnfríður Guðmundsdóttir sem er guðfræðiprófessor. Þau sátu í stjórnlagaráði, voru kosin á stjórnlagaþing sem að varð síðan ekki. Helga Baldvins Bjargar, hún er lögmaður og formaður samtaka kvenna nýja stjórnarskrá og svo er Kristinn Már Ársælsson félagsfræðingur hérna. Hann er stofnandi lýðræðisfélagsins Öldu og hefur mikið stúderað lýðræðismál. Þessi þáttur er eiginlega í sirpu þátta sem að kannski enginn veit af nema að ég og þeir sem eru að stýra þessu en það er svona þræðir í Rauðaborðinu sem að taka sig upp aftur og við höfum setið hérna tvisvar áður, þetta er þriðji þáttur þar sem við ræðum dómsmál og þá er Ragnar Aðalsteinsson alltaf með okkur. Þannig að mér finnst kannski eðlilegt að byrja á þér Ragnar ef að gætirðu svara mér í hendingu hvaða er sem að er í frumvarpi stjórnlagaráðs sem ekki er í gömlu stjórnarskránni. Það hefur komið fram að 70% af henni er allavega í nýju. Sumt af því sem að er í nýju stjórnarskránni eða frumvarpinu er það sem að er í lögum nú þegar eða í alþjóðlegum sáttmálum sem að við höfum undirgengist. Hvað er það sem að er nýtt í stjórnarskránni en er ekki annaðhvort í gömlu eða í lögum eða sáttmálum sem að þegar hafa lagagildi á Íslandi? Ef ég mætti byrja á því að nefna eitt hugtak í nýju stjórnarskránni sem ekki er í þeirri gömlu, þá er það hugtakið lýðræði. Það er svo eðlilegt að konungurinn 1874 hafi ekki minnst á lýðræði, en það var heldur ekki minnst á það við 1920 og ekki heldur 44. Hugtakið kom á ská hér inn 1995 þegar við innferðum mannréttindasáttmála Evrópu og fleira inn í stjórnarskrána en nú kemur lýðræðishugtakið að fullu inn í textann og það skiptir þetta miklu máli við túlkunars og það eru fleiri slík hugtök sem eru nefnd svo sem eins og mannleg reisn og hún skiptir miklu máli við túlkun mannréttinda og hefur áhrif á túlkununa. Það er eins og spurning hvað er svona mikilvægast. Af prinsippatriðum þá getum við nefnt eitt kjósandi eitt atkvæði. Við höfum smátt og smátt verið að færast í þá átt en eigum töluvert í landa en þá. En ef að stjórnarskránni verður breytt þá komumst við alla leið. Að þessu leyti og þetta er auðvitað sjálfsagður hlutur og hitt er gamli tíminn sem á ekki lengur við. Síðan eru þetta merkilega ákvæði mannréttindi, það er að segja félagslegu mannréttindin eru styrkt að verulegu leyti frá því sem að nú er og eins og margir vita þá er gengið illa að fá Hæstarétt til þess að hallast á að beita þeim réttindum þau séu stjórnarskrárbundin, þannig að dómstólarnir eða sérstaklega Hæstaréttur virðast gera mun á réttindum út frá sjónarmiðum sem er erfitt að átta að sjá hver eru, en nú er hert á því og þau eru gerð ítalegri og það ætti að vera meiri von til þess að fá viðurkenningu á þeim einnig fyrir dómstólunum. En Hæstiréttur hefur haft tilhneigingu til að segja
þetta ekki okkar borði dómstólana að fjalla félagsleg og mannréttindi og efnahagsleg, heldur það á borði Alþingis. En það jú megin markmið stjórnarskráa að takmarka vald þeirra sem á þingi sitja og valdhafan yfirleitt og það gert bæði með þessum takmörkunum sem að felast í hinum pólitísku og borgarlegu mannréttindum en einnig með því að leggja jákvæðar skyldur á þingið og valdhafana svo sem þessum efnahagslegum og félagslegum réttindum. Svo eru þetta þau ákvæði sem að mest talað sem eru ákvæðin náttúruvernd og ákvæðin náttúruauðlindir. Þessi þættir, þeim komið fyrir í sama kafla mannréttindum og það hafa fleiri ríki gert það. Það þarna ákveðin skyldleiki og þar kemur þetta hugtak þjóðareign inn í stjórnarskrána sem það hefur ekki verið áður, heldur aðeins í almennu lögum. Og þegar Gunnar nefndi almenn lög áðan, þá verðum að hafa það í huga að það getur verið lítið gagn að því að hafa réttindi ákvörðuð í almennu lögum, því að ekkert einfaldara fyrir Alþingi að gera en að breyta almennu lögum. Eitt sem ég vil gjarna nefna, það ný nefnd sem svona hálfgerður dómstóll sem að þingmenn geta leitað til þess að fá svör við því hvort að frumvörp sem að lögður fyrir þingið standi stjórnarskrá. Þetta var mikilvægt vegna þess að í sumum tilvikum þá hefur Alþingi verið bent á að frumvörp sem að þeir eru fjallum og samþykja muni aldrei standast stjórnarskrána og meðal þess var ójafnréttið í lögum öryrkja eða í almannatryggingar á sínum tíma sem lauk með dóma Hæstaréttar árið 2000 jafnrétti karls og konu í hjúskap þar sem annar aðilinn var öryrki. Þessi nefnd sem ég nefndi kölluð lögrétta af gamlum sið og ég geti auðvitað haldið svona lengi áfram. Já, þetta nógu í bili, þannig að það eru bæði þannig ákveðin svona efnisatriði í tengslu við náttúru og slíkt. Það eru atriði þar sem er sett inn í stjórnarskrána, lýðræði og fleiri hugtök sem að fyrir löngu hefðu átt að vera komið þar. En svo líka meiri áhersla á félagsleg réttindi og svona breiðari mannréttindi heldur en að eru í núverandi stjórnarskrána sem myndu leiða til þess að dómstólar hér þyrftu að túlka öll lög meira í þá áttina heldur en hingað til hefur verið. Er þetta sanngjarnt samandregið hjá mér? Má ég spyrja þig, Arnfríður, þú sast í stjórnlagaráði. Hvað er mikilvægast að fá í gegn? Er það að fá að stjórnarskrána eins og hún frumvarpið eins og að leggur sig samþykkt, eða myndirðu vilja tína út einhver atriði sem eru mikilvæg? Ég spyr að því að það núna verið að því í þinginu, að þingið að tína svona einhverjum atriði sem að í einhverju samtali við þjóðina sem allavega forsætisráðherra og fólki kringum hana til þess að geta lesið hvað er mikilvægt og annað megi víða. Myndir þú vilja fara í svona meðferð á ykkar frumvarpi? Tína út eitthvað sem væri mikilvægst? Nei, vegna þess að það sem mér finnst mikilvægast við þá vinnu sem að við fórum í var að í upphafi af ferlinum að þá var tekin þessi ákvörðun á að byrja frá grunni. Það þýðir það ekki að við ætluðum ekki að hafa þá gildandi stjórnarskrá til hliðsjónar og eins og sagði áðan að þá endaði það þannig að 70 eða 80% af því sem er inn í henni sem sagt gildandi stjórnarskrá inn í þessari nýju stjórnarskrá vegna þess að hún einfaldlega það eru margar nýjar greinar síðan. En vegna þess að hugsunin svo með því að byrja frá grunni að þá var sem sagt
var viðurkennt að við þyrftum nýja stjórnarskrá, að ekki bara bætta stjórnarskrá, heldur við þyrftum íslenska stjórnarskrá og með því að setja mannréttindakaflann fremstan, að þá sjálfsögðu eru gefin ákveðin skilaboð það hvað sem sagt, á hverju stjórnarskráin byggir. Hún byggir sem sagt, á réttindum fólksins og það síðan frá þeim réttindum og frá þeim kafla sem við höldum áfram að fara að fjalla Þannig að mér finnst þetta svo mikið atriði og þetta með eins og Ragnar benti á að setja náttúruna inn í mannréttindakaflann, það náttúrulega sko mjög róttækt í sjálfu sér og kannski engin tilviljun að þær greinar sem að fjalla náttúruna og náttúruauðlindir hafi fengið eins mikla athygli eins og þær hafa fengið. En mér finnst annars vegar þetta og svo hins vegar sú staðreynd að það var þessi drög eða þessi nýja stjórnarskrá, hún var samþykkt í rauninni með öllum þeim fyrirvörum sem gerðu voru í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að mér finnst mjög erfitt að sætta mig við það að sú niðurstaða sé ekki gild. Ég meina þeir sem ekki mættu, þeir voru til að kjósa, þeir voru líka að lýsa yfir ákveðinni afstöðu. Þannig að og þetta að sjálfsögðu alveg ótrúlegt að það skuli að framtíðaratkvæðagreiðsluna í október 2012 hafi verið eins og hún í rauninni var, vegna þess að við erum með aðra ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur í öðrum löndum, bara eins og þessi Brexit þjóðaratkvæðagreiðsla sem var líka ráðgefandi og það var miklu minni munur af þeim sem voru með og þeim sem voru móti og það var eins og það væri aldrei spurning hvað væri gert með niðurstöðuna. Hún var afgerandi og það var bara gengið út frá því að það unnið í samræmi við hana. Þannig að lýðræðislega samfélag og við reykjum okkur að ýmsu góðu sem að okkar samfélag býður upp á. Það með ólíkindum að þessi niðurstaða skuli ekki hafa verið virt. En það náttúrulega frumvarpið var ekki lagt fyrir samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þetta var spurningin, vilt þú að tillögur stjórnarráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpinu? Þeim fyrirvörum sem lagðir voru, já. Sem þá líklega í því að það ekki hægt að raska rammanum eins og það sem þú varst að nefna, hvernig þessu raðað upp. Já. En hins vegar sérstaklega það sem að í þjóðaratkvæðagreiðslunni hafnaði þjóðin einu tilteknu efnisatriði, að þá raunverulega alveg opið fyrir það að við getum verið að diskutera einstök efnisatriði á þess að vera að fara gegn vilja þjóðarinnar. Það reyndar búið að nefna 2 sem að voru samþykkt. Það voru jöfn atkvæðaréttur sem að var samþyktur af þjóðinni, að jöfn allstaðar á landinu og svo var líka eins og hér að væri að náttúruauðlindir væru þjóðareign, að það væri sett inn. Þannig að það klárt, það má ekki breyta því. Nei, en mér langar aðeins að nefna það, þetta kirkjuákvæði sem að því að það nú minn bakgrunnur að bæði að vera vígður prestur og vera guðfræðiprófessor að það finnst mér magnað að heyra aftur og aftur vísað í niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar varðandi þá grein, vegna þess að þá segir fólk það var meirihluti fyrir því, þannig að það sjálfsagt að kirkjan verði ennþá inn í stjórnarskránni. Sko það sem og sú niðurstaða er miklu, eða hvað var það, 54 eða 56% sem að studdu þá grein. Þannig að
að það svo dæmigert fyrir það hvernig fólk fer með niðurstöðurnar. Þannig að það einhvern veginn, já, fólk túlkar það bara eins og því hentar. Það má allt í opinberri umræðu. Það líka til dæmis hitt að fólk segi að frumvarpi er óbreytt af því að samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu og gleymir svo þessu ákvæði. Það allavega leiðrétta það. Þú Gísli, þú sást þarna líka í stjórnlagaráði, hvað er það sem er áberandi mikilvægt að við setjum nýja stjórnarskrá? Já, ég vil taka undir með Arnfríði að heildar jafnvægið er nú mikilvægt, þannig að það er komið fram og svo er það rétt hjá Ragnari að þarna eru mörg ný og góð hugtök sem að myndi hjálpa. En til viðbótar við þetta vil ég nefna að rauður þráður í frumvarpinu, eins og við samþykktum það, sem heildstæð réttarbót, er valdajafnvægi og aðhald fyrir valdhafana. Það sem kallað í Bandaríkjunum checks and balances, sem okkur hefur lengi skort. Og ég vil nefna 2 dæmi þetta. Í fyrsta lagi er aukið aðhald þegar skipað í mikilvægustu embætti. Það er sem sagt búið til mekanismi í stjórnlagafrumvarpinu það að það er ekki bara einhver ráðherra sem getur ákveðið hverjir skuli skipa æðstu embætti, en eins og við vitum þá hefur íhaldið, hvort sem það með stórum eða litlum staf, skipað í nánast öll embætti í næstum því öld. Síðan er líka mótvægi við því að leggja niður stofnanir. Og þar höfðum við hreinlega í huga slæm dæmi frá því seint á síðustu öld þegar valdhafar lögðu hreinlega niður stofnanir ef það dugði ekki að reka menn eða svelta stofnanirnar, og lögðu hreinlega niður stofnanir eins og þjóðastofnun af því að þær voru ekki nógu valdþægar. Þannig að það er búnir til 2 mekanismar sem takmarkar valdaflokksins eða valdaflokkana. Og þetta tel ég mikilvægt til viðbótar við það sem að nefnt hefur verið. Gísli, má ég pröfa að spyrja þig einnar spurningar áður en við yfirgefum gömlu stjórnarskrána. 70% af henni, eins og hefur verið sagt, er í nýju. Er eitthvað í gömlu sem er ekki nýju sem er þess virði að nefna? Já. Ég býstu að segja líka svona dóti sem að tilheyrir breyttu gömlum tíma sem er liðin. Er eitthvað sem er mikilvægt að fella í burtu? Já, ég held þú verið að meina eitthvað sem við feldum í burtu og sjáum eftir. Ég get nú nefnt dæmi það að ég hef nú hlustað mjög vel eftir gagnrýnisröddum og flestar gagnrýnisraddir hafa bara verið að þetta sé of langt og óþarft. Það er auðvitað alrangt, en eina rökstudda gagnrýni hef ég heyrt frá Þorsteini Pálssyni að misráðið hafi verið að leggja til að ríkisráð yrði fellt brott, og það held ég sé góð ábending og ætti að taka til greina. Og rökstuðningur Þorsteins var sá að með réttu hefði forseti í þau 3 skipti eða svo sem að hann hefur synjað lögum staðfestingar, þá hefði hann átt að gera það í ríkisráði. Það hefði verið tilvalinn vettvangur í staðinn fyrir að gera það á blaðamannafundi þar sem hann pólariserar umræðuna, þess að fyrir forseti. Og þetta er þessi rétt ábending. Við töldum ríkisráð vera úrelt fyrirbrigði og rétt að fella það brott, en ég held að það mætti alveg endurskoða það atriði og halda því inni, vegna þess að það er góður vettvangur til dæmis til svona stór viðburða eins og þegar forseti ákveður að synja lögum staðfestingar. En var spurningin frekar hvað gott er að fella brott? Já, ég meina, það er til dæmis í stjórnarskránu. Í stjórnarskránu er held í 30. eða 31. grein ákvæði sem að sumir gantast með að forseti megi eftir sem áður veita þær undanþágur sem að gert hefur verið undanfarið. Þetta er bara bein þýðing á konungsákvæði þar sem að hann hafi haft svona ákvæði svigrúm til þess að veita undanþágur frá lögum, og þetta auðvitað ekki við í réttaríki að forseti geti veitt einhverju undanþágur og hefur aldrei verið beitt. Það eru fleiri dæmi eitthvað sem að við feldum brott sem að er úrelt, en ég held að nýmælin sem eru góð og vantar heila, ég held að þau séu nú fleiri.
En ekkert svona ákvæði sem notað í dag sem að þið felduð í burt. Þetta ákvæði sem hún nefndi núna, þetta svona leifar af einhverjum fornum tíma sem að enginn telur að sé virt í dag, en við erum svo sem brent okkur á því að það ýmislegt sem að fólk hefur sagt að vera í gömlu stjórnarskránni sem að væri óvirt en svo bara virkjast það allt í einu ef að menn beita því. Já, eitthvað ákvæði, ég skal fletta því upp á meðan næsti maður tala, hvort það eitthvað ákvæði sem virt sem að við fellum brott. Þá förum við yfir í baráttuna fyrir að fá þess frumvarp og nýju stjórnarskrána samþykkta. Helga, þú ert í félagsskap sem að stóð fyrir undirskriftasöfnun sem að krafðist þess að stjórnarskráin yrði sett á með góðum árangri. Nei, svo undirskriftin með góðum árangri, það er ekki búin að vera árangri í því að hún verði sett á. Má ég spyrja þig, hvað sérðu sem næstu leiki í því að þrýsta á líklega þingið? Því að þingið, ég veit ekki hvernig það er í nýju stjórnarskránni, að það er alltaf sagt að þjóðin sé stjórnarskrárgjafi en er ekki þingið samt sem að þarf að breyta þessu? Það er ekki neitt stjórnlaga þing í nýju stjórnarskránni. Hvað er næstu leikir? Hvernig er þetta að koma þessar stjórnarskrá á? Já, næstu leikir. Við náttúrulega fórum að stað með þessa undirskriftasöfnun til þess að reyna að þrýsta á stjórnvöld að horfa ekki fram hjá því að hér var þjóðaratkvæðagreiðsla eins og Arnfríður kom inn á. Þar sem að 2/3 hlutar þjóðarinnar kjósenda samþykktu að þessi drög stjórnlagaráðs skyldu lögð til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Og þetta erum við að gera til þess að benda á að það er ekki hægt að fara svona með þjóðarviljan og með allt þetta fallega ferli þegar við byggum hérna til stjórnarskrá fyrir þjóðina, af þjóðinni og við erum bara hvergi nærri hægt í þessari baráttu, hvorki samtök kvenna nýja stjórnarskrá eða stjórnarskrárfélagið og það er alveg magnað að fylgjast með því hvað fólk að vakna mikið til vitundar mikilvægi þess að við látum ekki koma svona fram við okkur lengur. Þannig að það sem að skiptir mesta máli af því að þú ert líklega búin að vera undanfarnar vikur að tala mikið við fólki sem hefur tekið þátt í baráttunni. Það þetta sniðganga niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu sem að kveikir mest í fólki eða það tiltekin atriði eða trú sem að fólk hefur á að stjórnarskráin leiði til betra samfélags eða tiltekin atriði? Það er svona, það misjafnt, fólki blöskrar þegar það setur þetta í samhengi við eins og Brexit, að íslensk stjórnvöld hafi bara ár eftir ár horft fram hjá þessum niðurstöðum og ætli svo bara að taka sér það vald að velja og hafna ákvæðum og vinna með þau. Það er eitt. Annað er þetta að fólk skynjar, orkuna á bakvið þetta frumvarp stjórnlagaráðs. Bara með því að lesa aðfaraorðin, þá sérðu að þetta er plagg sem byggir á þeim grunngildum að hér ætlum við að stefna að heildarhagsmunum og tempra vald, vinna mannréttindum og umhverfisvernd. Og ég held að fólk, við erum bara öll orðin rosalega tilbúin til þess að við förum að vinna eftir þessum gildum að því við sjáum það að hafa hræðileg áhrif þegar við leyfum sérhagsmunum alltaf að trompa allt. Þegar að fjármagn trompar mannréttindi og umhverfisvernd. Og við verðum að fara að gera breytingar í þessa átt bara ekki seinna í gær. Þannig að þetta, og fólk áttar sig á mikilvægi þess að grunnlögin okkar að við komum þeim á og þau hafi þessi áhrif í átt að aukinni mannréttinda og umhverfisvernd og að tempra vald og gera stjórnsýsluna gagnsærri. Og það skiptir raunverulega máli að í aðfaraorðum stjórnarskrárinnar segir að við ætlum að vera góð, við ætlum að búa til gott samfélag. Það skiptir raunverulega máli að það sé tónn sem er gefinn þegar í kringum við formlega samfélag sem við búum til á millum okkar. Já, af því þetta snýst að við sitjum öll raunverulega við sama borð. Og hvað þýðir það? Það þýðir að við erum að viðurkenna að við sitjum ekki öll raunverulega við sama borð. Og við getum ekki haldið alltaf áfram að vera Ísland best í heimi í jafnréttismálum þegar við erum alls ekki jöfn að lögum, því miður. Og með því að setja okkur þessa stjórnarskrá með þessum valdtemprandi þáttum að þá erum við að stíga svo stórt skref í svona framþróun í mannréttindum umhverfi og svo framvegis.
Kristján Már, þú hefur rannsakað lýðræði og þú varst ekki í stjórnlagaráði, þú ert ekki lögmaður og það svona komið að spyrja þig sem að margir hljóta að velta fyrir sig, sko, ég meina hvaða máli skiptir stjórnarskrá? Ég meina stjórnarskrá Sovétríkjanna var alveg briljant, góðu texti. Hvað verður það þannig að þegar stjórnarskráin er breytt, að þá breytist samfélagið sjálfkrafa? Hversu mikilvægt er þetta skref varðandi það að bæta íslenskt samfélag? Er nóg að breyta stjórnarskráni og þá hægt og bítandi verður allt gott? Eða hvað? Eða hvað? Byrjum aðeins aftar. Þetta í þessu stjórnarskrármáli kristallast vandamál lýðræðisins sem að lýðræði hefur glímt við frá upphafi og kom mjög skýrt fram í máli Helgu núna áðan. Vandamál lýðræðisins alveg frá 1789 og rétt fyrir hefur falist í því að elítasamfélag hefur farið með völd og þeir sem að standa höllum fæti hafa átt erfitt uppdráttar. Í byrjun var þetta mjög skýrt í því að konur og svartir fengu ekki kjósa til dæmis og það gekk mjög á þeirra hlut í vestrænum samfélaginu til dæmis. Það tók mjög langan tíma að berjast fyrir þeim minniháttar réttindum þeirra að fá að kjósa og sjálfsögðu réttindum og svo framvegis og hefur, eins og við sjáum að baráttunni í Bandaríkjunum gengur mjög illa að rétta hlut og tækifæri svartra í því samfélagi að þau eigi sæti við lýðræðislega borð og tæki þátt í ákvörðunum og njótu sömu tækifæra og aðrir. Og við sjáum það sama, ef við horfum á íslensku stjórnarskrána, að þá birtist þetta bara nákvæmlega eins. Það er að segja, 1944 og þá var tekin svo ákvörðun að semja ekki nýja stjórnarskrá, heldur lofa nýrri stuttu eftir að lýðveldisstofnun, því menn vildi ekki blanda saman því að búa til nýja stjórnarskrá og stofna nýtt lýðveldi. Og síðan þá hefur elítu þessa lands ekki tekist að koma sér saman nýja stjórnarskrá. Heldur verið með einhvern bútasaum í einhverjum minniháttamálum. Ekki alveg minniháttamálum, það var mikil breyting á 10. áratug síðustu aldar þegar mannréttindakaflinn var settur inn. En þetta er allt einhver bútasaumur og þá voru, ég hef ekki töl á þeim nefndum sem voru milli 1944 og 1970 og til 1980 og svo fór aðeins krafturinn úr þessu. En það var hver nefndin fættur önnur sem komst ekki niðurstöðu og elitinu tókst ekki að komast að niðurstöðu nýja stjórnarskrá eins og var lofað. Og við sjáum það líka bara núna að þegar loksins teksta sem er nýja stjórnarskrá og þá teksta í hópi fólk sem ekki stjórnmálamenn, ekki elita í þeim skilningi. Það var svo hópur sem loksins tókst og þess vegna í þeim skilningi og horfum á mikilvægi þessa verkefnis að það felst ekki síst í því að sýna hver er stjórnarskrárgjafinn og hver getur samið stjórnarskrá og hver samdi stjórnarskrá í þessu landi. Þannig að symbolískt er þetta heimsögulegt tilvik, af því það er mjög sjaldgæft að almenningur fá að semja stjórnarskrá. Það er yfirleitt elítan sem að semja stjórnarskrá, þeir sem fara með völdin í samfélaginu og yfirleitt verið hvítir kallar og meginstefnum til í svona sögulegu ljósi. En þarna kom saman hópur og almennings og samtíðstjórn. Þannig að symbolískt er þetta mjög tákgrænt og mikilvægt skref í þeim skilningi. Hvað var að hina spurninguna? Er þetta nóg til þess að allt verði frábært í heiminum? Ég held að það sem er mikilvægt. Ekki í heiminum, bara á Íslandi. Þetta er bara Íslandi. Við erum mjög sjálfhverf, við skulum bara vera með það á hreinu. Við erum alltaf besti heim og við erum ekkert að vera að pæla í hinum svo mikið. En allavega. Og þetta er lykilspurninga því þú spurðir hina viðmælendunar hvað væri mjög mikilvægt í þessari nýju stjórnarskrá og þá þarf maður alltaf eiginlega fyrst að spyrja mikilvægt í hvaða skilningi, þú veist, hver er mælikvarði, hvað eigum við þegar við spyrjum mikilvægt. Og ef við setjum þessa mælistiku sem ég nefndi núna áðan, kjarnan, það að segja, rót vandans í lýðræðinu, sem mælistiku, það er að segja, er nýja stjórnarskráin þannig og garði gerð að hún tryggi að valdið og ákvarðanir hins opinbera og ríkisvaldsins verði í þá hennar verðsettu og almennings eða verða völdin og ákvarðanir áfram í höndum elitu og hennar bestsettu. Því það er rótvandans sem við sjáum hann að birtast í lýðræðisríkjum allstaðar, að það er fámenn og hópur hennar sterku sem að ræður för. Og hinir þurfa í mismiklu mæli og Norðurlöndum hefur gengið mikið betur að rétta hlut hinna verðsettu en eftir sem áður að þeir sem að búa Norðurlöndum vita að það er langt í land enn. Og svarið við þeirri spurningu er nei, að breytingarnir sem að stjórnlagaráð leggur til
það mjög ólíklegt að minnsta kosti. Við skulum kannski ekki segja þvert nei, það kannski fulllangt gengið að segja það. En það mjög ólíklegt að það breytingar sem eru lagðar til þar dugi til þess að hinir valdamiklu nái ekki að stýra för, að hinir verst settu muni ráða för í allir ákvarðanatökugerð. Það mjög ólíklegt með þeim breytingum að leiða inn þjóðaratkvæðagreiðslur í meira máli eða jafna atkvæði. Það ekkert sem bendir til þess að ríki sem hafa farið þær leiðir séu þar sem margfalt meiri jöfnur og meira tryggt að henni valdamiklu ráða ekki för. Þvert á móti til talsvert mikið rannsóknir sem sýna fram á það að valdamiklu aðilar geta haft mikil áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslur og svo framvegis. Og þær séu ekkert sérstaklega gott tæki heldur ef við skoðum að kjósendamegin. Kjósendur ekkert sérstaklega góðir að nýta sér þjóðaratkvæðagreiðslur og svo framvegis. Þannig að út frá í þeim skilningi að þá þetta ekki straumhvörf að þessi tillaga stjórnlagaráðs leysi í einu vetfangi vandann sem lýðræðisríki hafa glímt við alveg frá upphæði. Það mjög ólíklegt. En hins vegar ætla ég ekki gera lítið úr og alls ekki gera lítið úr því sem hefur verið nefnt hingað til. Ég held að séu mörg stór skref og mikilvæg tekin, sérstaklega hvað var það félagsleg réttindi, það að veita náttúrunni sérstök réttindi, óháð einstaklingsréttindum eða samfélags og það náttúrulega temprar einhver áhrif hagsmunaaðila að fara fram á fullt gjald fyrir nýtingu auðlinda og svo framvegis. En svona kjarninn svona í gagnrýninni sem ég myndi leggja fram að hún gangi kannski ekki alveg nógu langt í að hugsa hvernig endurskipuleggja lýðræðiskerfi í heild til þess að komast að rót vandans. Ég sé ekki neitt í tillögunum sem kemur í veg fyrir það að samtök atvinnulífsins og hinir valdamiklu fari áfram með mjög mikil völd í samfélaginu og ráði för. Það ólíklegt. Ég held að vísa þetta sé svolítið röng forsenda, Kristinn Már, að stjórnarskráin leysi allan vanda endanlega. Þetta ekki end of history, það ekki gert ráð fyrir öll hagsmunabarátta líðandi lok og megin lausn nýju stjórnarskráin ekki þjóðaratkvæðagreiðslur og það var reyndar umdeilt svolítið í stjórnlagaráði. Ég var allir ekki meðal þeirra sem aðfylltust mjög miklar þjóðaratkvæðagreiðslur. Heldur var ég kannski frekar svona mikið fyrir að flokkar stýrðu áfram og fulltrúalýðræði yrði áfram megin grundvöllurinn. Þannig að það ekki gert ráð fyrir að stjórnarskráin leysi allan vanda í eitt skipti fyrir öll. Ég verð að verja Ég verð að verja Kristín aðeins. Þetta var spurningi mín sem hann var að leggja út frá, þannig að þú ættir að skamma mig fyrir að hafa spurt svona kjánalega. Mér fannst svarið vera rangt en spurningin var alltaf lagi en ok, spurningin var líka. Ég fæ þá bara svara aftur. Ég held að þetta sé bara alls ekki röng spurning né svar. Ég meina, með því að segja að stjórnarskráin dugi ekki til þess að koma á lýðræði þar sem að lýðurinn ráði för en ekki hinir sterku, af því að hugmyndin lýðræði að almenningur og þá jafnvel ef þú hugsar kenningar sem John Rawls eða svona almennt í lýðræðisfræðum að þá endalega markmið sé að henni verst settu hafi það gott og frekar henni best settu. Að þessi tillögur stjórnlagaráðs duga ekki til þess að koma á lýðræði þar sem hinir valdamiklu og til dæmis fjármagn hafi ekki áhrif umfram það sem væri eðlilegt út frá lýðræði. Það að segja hugmyndin til dæmis 1 atkvæði á mann eða þá hugmyndinu að hinni verst settu hafi það gott og svo framvegis. Og ég held að það sé fullkomlega eðlilegt sjónarmið og viðmið til þess að spurja eru breytingarnar fullnægjandi til þess að koma á lýðræði og komast að þeirri rót vandans. Og ég held að alltaf með þú getur alveg sagt að já, það var ekki markmið í þessu tilviki eða ég tel að það sé ekki markmið stjórnarskrá að tryggja lýðræði í reynd, heldur bara einhvers konar næsta skref af fulltrúalýðræðinu eitthvað svoleiðis. En ég væri þó ósammála því. Ég tel að við eigum náttúrulega að reyna að koma á lýðræði sem að tryggir alvöru lýðræði sem að ekki lýðræði hinna sterku, hvítu, kalla sem eru ríkir og fjármagnseigenda heldur raunverulega fólksins í sameiningu. Og hugmyndin eins og þú segir, hugmyndin flokkalýðræði var hugmyndin samkeppni bestu lausninar og bestu framkvæmdina meðal almennings. Ég skora á því að finna fræðimenn sem að segja að flokkalýðræði hafi skilað þeirri niðurstöðu.
Ég skil hvað Gísli er að fara, því mér finnst líka ósanngjarnt og þetta hefur verið gagnrýnin sem að þeir sem eru fylgjandi nýju stjórnarskránni að fengi á sig, eins og við séum ótrúlega vitlaus að trúa á einhverja svona töfralausn. Við erum ekkert vitlaus að trúa á einhverja töfralausn, en við sjáum þetta sem ofboðslega mikilvægt og stórt skref í þessa átt sem við viljum fara. Og ég myndi vilja kannski endurorða spurninguna heldur að drög stjórnarráðs séu ekki betur til þess fallin að stíga skref í átt að auknu lýðræði, auknu mannréttindum, minni sérhagsmunum og valdtemprun heldur en núgildandi stjórnarskrá. Gunnar, má ég blanda mér í Já, endilega. umræðum Nei, lýðræði? aðeins Kristín, en Ragnar alltaf skjóta aðeins inn. Það segir í stjórnarskránni að þeir sem á þingi sitja sé eingöngu bundin að samfenningu sinni. Þetta er að sjálfsögðu ekki rétt. Þeir eru í fyrsta lagi bundin að stjórnarskrá og lögum, en síðan, og það er það alvarlega, þeir eru bundnir af flokknum og foringjum þess flokk sem þeir tilheyra. Og á baku flokkana eru síðan öflugir hagsmunir sem að meira og minna stjórna flokkunum. Og það er ekki fyrir við tökumst á við þetta vandamál sem við komumst eitthvað lengra. Og tökum svo dæmi sem varðar þessar stjórnarskrá beinlínis að þegar við förum í þjóðaratkvæði þá er niðurstöðunni hafnað að fara þrátt fyrir það að hér hafi farið fram nokkrar þjóðaratkvæðagreiðslur, svokallaðar ráðgefandi, og það var ætíð farið eftir þeim, þannig það hefur myndast til stjórnskipunarvenja að svokallaðar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur sé bindandi. Tengjum þetta síðan við lýðræðið. Sko, þarna var í fyrsta lagi þetta áberandi meirihluti og lítil andstaða og skilaboðin og ákvarðanirnar sem komu til þingsins voru alveg ljósar. Þrátt fyrir það, þá kemst þingið upp með það og fulltrúar á þinginu að láta eins og ekkert hafi gerst. Þess utan þá skiptir engu máli þó að þessi kallar ráðgefandi atkvæðagreiðsla, þjóðaratkvæðagreiðsla, vegna þess að það er engin ástæða til að fara í slíka atkvæðagreiðslu ef hún á ekki að hafa neina þýðingu að lögum og siðferði. Þannig að margvíslegur er vandi lýðræðisins í okkar landi og hann leysist að sjálfsögðu ekki þessari stjórnarskrárbreytingu, eins og egar færumst við kannski eitthvað skref í áttina að auknu lýðræði, en þetta eitt og sér dugir að sjálfsögðu ekki. Hérna... Mátti ég svara Helgu? Já, gerum það. Ég sagði það einmitt, sko, held ég, kannski ekki nógu skýrt, en ég var að reyna að segja að, já, ég held að megi færa alveg sterk rök fyrir það að sé einhver skref þarna, sko, einhver skref í rétt átt. Ég held við getum deilt svolítið hversu stór skrefin eru og hvort að önnur skref hefur verið heppilegu og svo framvegis. Og ég held að það væri mjög góð og verð umræða að ræða hvar við hefðum getið gert betur, hvað skref þurfum að koma eftir þessum og svo framvegis, sko. Og ég ég er alveg fyllilega sammála því að það eru ýmis skref þarna sem eru tekin sem eru mikilvæg, sko, og eru rétt átt, og ég nefndi þau sem dæmi, þú veist, varandi náttúruna og varandi auðlindagjald og þjóðareign auðlindum og þess háttar. En ég bara svona persónulega og svona mitt mat á því er að ég hef svona minni trú á því að breytingarnir sem voru gerðar á lýðræðiskerfinu sem slíku, segja jafna atkvæðisrétt og aukavæði þjóðaratkvæðagreiðsla, muni hafa mikil áhrif. Sem er líka, Kristín, sem er þannig að þegar maður skoðar þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá voru 3 spurningar sem snerust þessu atriði. Það var eitt persónukjörið og eitt jöfnun atkvæða og eitt þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo var ein spurning hvort þetta ætti að vera grundvöllurinn og svo var eiginlega bara spurt þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvort að náttúruauðlindir ættu að vera lýstar þjóðareign. Það var helmingurinn og það var náttúrulega stjórnmálamenn sem bjuggu til ákváðu hvaða spurningar voru lagðar fram fyrir þjóðina og þeirra áhyggjur á þarna, þannig að helmingurinn á þjóðaratkvæðagreiðslunni þessi atriði sem að Kristín er að gagnrýna en þau eru kannski smá atriði í samhengi allrar stjórnarskrárinnar. Já, í því sambandi má nefna kannski Gunnar Smára að þú spurðir áðan hvað væri fellt brott sem að væri í stjórnarskránni í dag og hefði verið virt. Af því að Helgu hefur réttilega verið tíðrætt valdtemprun, að 2 dæmi það sem fellt
var brott eru einmitt í valdtemprunar, til valdtemprunar. Það í fyrsta lagi, það afnumin heimild forsætisráðherra í nafni forseta að rjúfa þing, heldur það þá eins og víða löndorðið að þingið þurfi sjálft að samþykkja slíkt. Það bundið í nýju stjórnarskrána að þingið sjálft ákveði eitt hvort að verði rofið en ekki forsetinn eða forsætisráðherra í raun. Annað dæmi að það alveg afnumin heimild til þess að setja bráðabirgðalög og þó þau hafi nú ekki verið sett alveg nýlega, það var nú ekki nema held ég 12 ár síðan að voru sett bráðabirgðalög, algjör að óþörfu að mínum mati. Og þetta var atriði sem var misnotað hér áratugum saman, ofnotað. Styrkja þingið á móti framkvæmdarvaldinu. Já, þetta er hluta því. Mér langar aðeins að spyrja ykkur aðeins út frá öðru sjónarhorni. Þá svona hvernig er hægt að leysa þetta mál. Það kom ágætlega fram í máli Kristins að elítan, hún hefur sett stjórnarskrá á Íslandi, eða kemur frá konginum og síðan er þingið að breyta þessu og maður þarf ekki að skella stjórnlagaráð mikið með að segja að þeirra tillaga er áberandi best af þeim tillögum sem hafa komið fram, því að hinar hafa komið fram á þinginu og þær eru allar miklu veigaminni og ekki eins glæsilega framsettar. En núna erum við með þá stöðu að það er stjórnlagaráð sem var faktískt stjórnlagaþing sem var kosið, þótt að kosningarnar hafi verið dæmdar ólöglegar í Hæstarétti, sem býr til þess að utan flokkakerfisins, utan þings, ekki jafnt beintengt hagsmunu þar inni eins og þingmenn eru. Þótt að sumir hefðu kannski haft einhverja fortilveru í stjórnmálunum, að þá þessi hópur kom sér saman að setja þetta eins konar stjórnlagaráð. En sú tillaga, hún stendur algjörlega þessum í þinginu, þar sem að stjórnmálaelítan situr og sætti sig bara ekki við þessa niðurstöðu. Og mér langar að fara eitt hring á því og spyrja ykkur að því. Er raunhæft að þetta þing eða næsta þing muni afgreiða þetta frumvarp svo sómi sig af, eða verðum við kannski að fara að skoða aðra lausnir eins og aðra þjóðir hafa gert, að búa til stjórnlagaþing sem að fengi þetta frumvarp bara til afgreiðslu. Að við verðum að fara að finna einhverja leið, hvernig getur þjóðin sett sér stjórnarskrá og losnað við þingið, þannig að eina sem þingið þyrfti að gera var eiginlega samþykkja breytingar á stjórnarskráni, að það væri stjórnlagaráð sem myndi breyta stjórnarskráni og það yrði kosið með tilteknum hætti. Má ég byrja á þér, Ragnar, og taka svo bara sama hring og aðan? Já, vandinn er fólkin í því hvernig getum við náð þessu valdi frá þinginu, að þingið skuli sjálft setja sér sínar eigin reglur, sínar eigin leikreglur, í stað þess að fólkið í landinu ákveði hvaða völd þingið fær og hvaða takmarkanir á því valdi. Ef við lítum til dæmis Chile, þar fór fólk út á göturnar í fyrra og því lauk þannig að það var gerð samkomulag að stefna til stjórnlagaþings. Það var enda lagt fyrir almenning í almennum kosningum og menn yfirgnæfandi meirihluti sagði við viljum nýja stjórnarskrá. Og var spurt hvort á sú stjórnarskrá að vera samin af þingi þar sem að samanstendur að hálfu leita stjórnmálamönnum og hálfu leita af öðrum og menn sögðu öllu leita af öðrum. Og nú er sem sagt sú vinna að byrja í Chile. Við þurfum að finna einhverja slíka aðferð til þess að þvinga alþingi til þess að láta af því að halda frá okkur þessu megin valdi. Við erum jú fullvalda þjóð. Allt þetta vald sem þingið hefur jú frá okkur sprottið. Þeir bjuggu ekki til valdið. Þeir fengu ekki guðlegt vald eða konunglegt vald. Valdið frá almenningi komið. Við kursum líka þingi, Ragnar. Við kursum þingi þannig að vont þing líka okkur að kenna. Það er það merkilega og það er ekki neitt sér íslenskt að það hefur ekki gengið vel að takast á við vandamál í samfélagi eins og kúgun þrátt fyrir kosningar eftir 4 ára fresti og þess vegna eru til að mynda í 50 hverju stjórnarskrá í heiminum ákvæðum rétt til uppreisnar. Ég er ekki að segja að slíkt ákvæði þurfi endilega að vera í stjórnarskrá vegna þess að
líklega það sjálfgefið að fólkið í landinu hefur þennan rétt ef að gengið langt. Og svo spurning hversu langt á réttin þeirra, afkvæmurklættur brota á margum þeirra. Og þá kemur upp svona spurning eins og að þessi vanvirðing við lýðræði sem fólst í því að hundsa þjóðargaggarsluna, það nóg til þess að fólk rísi upp? Það hefur ekki gerst. Fólk hefur risið upp tvisvar á síðustu árum og rakið burtu ríkisstjórn Geirs Haarde og ríkisstjórn formanns Miðflokksins Sigmundur Davíð. En það voru bara mannabreitingar. Það leiddi ekki til breytingar á stjórnskipun landsins. En slíkar uppreisnir sem ég var að tala áðan, þeim ekki ætlað bara að breyta fólk, heldur að breyta stjórnskipun og stefnu og auka réttindi og lýðræði í samfélaginu. En við stöndum frammi fyrir því að konungurinn ákvað hvernig ætti að haga breytingum á stjórnarskráni, hver skyldi fara með þetta vald og að sjálfsögðu lætur Alþingi ekki það vald frá sér með góðu. Arnfríður, þið sömdu þetta fína frumvarp og það fór í meðferði á þinginu sem var varla meðferð. Það var þegar á reyndi að þá var samkomulag milli nýrar forystu í VG Samfylkingarinnar og Bjartri framtíð að eiginlega beygja sig undir kröfur stjórnarandstöðunnar að láta þetta mál hverfa og síðan hefur það eiginlega ekki fengið inn að meðferð. Bindur vonir til þess að einhver tíman í náinni framtíð verði þing sem að muni afgreiða þetta mál svo sómi sig af eða ætti okkur að leyfast að fara að leita einhver annar að leiða? Hvernig stjórnarskrá geti verið sett í ljósi þess að þingi virðist verða alveg ómögulegt? Ég held að við verðum að muna í hvað samhengi kosning til stjórnlagaþings og sem sagt átti til stað. Það var út úr kreppu. Þannig að ef að það ekki tækifæri núna þegar samfélagið að sigla inn í eitthvað ástand sem að við vitum ekkert hvernig verður eftir ár þegar verða kosningar að það sem að mér finnst mikilvægt núna að þetta frumvarp loksins komið á dagskrá og það loksins farið að tala það vegna þess að það alveg ljóst að stjórnmálamenn vilja ekki þetta frumvarp sem sagt í megnið af þeim. Þannig að það að fara í svona undirskriftasöfnun með svona frábærum árangri, það hlýtur að sýna að það er vilji, það er ákveðin vilji hjá fólkinu þó að viljin sé ekki inn á Alþingi til þess að virkilega vinna með þetta frumvarp, vinna með þessi drög sem að enginn í stjórnlagaráði held ég myndi hafa nokkuð tímann sagt að það mætti ekki aðlaga þessar, þetta væri ekki eitthvað sem væri steypt í grjót, en það hittumst við aftur í mars 2012 og ég man ekki eftir neinni tillögu sem þar kom fram sem var hafnað af fólkinu sem sagt í stjórnlagaráði. Þannig að ég myndi vilja sjá þessa umræðu inn á þingi í vetur og síðan að þetta yrði í fyrsta skipti kosningamál. Ég held að það sé það sem að skipti svo miklu máli að þetta fari inn í umræðina þannig að stjórnmálafólk og þeir sem að verða í framboði næsta haust geti ekki látið eins og þetta sé ekki til eins og hefur verið gert fram að þessu. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við tökum slaginn núna og sjáum hvort að það sé ekki einhver von í því að þetta frumvarp verði eins og var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu grundvöllurinn fyrir nýja stjórnarskrá. Helga, má ég koma með þetta til því núna
Já. Arnfríður nefnir að þetta getur orðið kosningamál. Síðast þegar það var svona stór undirskriftasöfnun, þá snerist hún heilbrigðiskerfið og það var stuttu fyrir kosningar. Þá skrifuðu 87.000 manns undir það að 11% af útgjöldum ætti að renna til landsframleiðslu ætti að renna til heilbrigðismála. Í kosningunum að þá sögðu allir flokkarnir já, þetta alveg aðalmálið okkar og jú. Og svo var kosið og svo gerðist bara ekki neitt. Ekki þetta draumurinn ykkar að allir tali stjórnarskrána svona kurteislegum orðum í kosningabaráttunni. Ég meina, það mun ekki breyta neinu, við erum ekki börn, við trúum því ekki. Hvað þarf að gerast til þess að verði raunverulegt kosningamál eða hvað þarf raunverulega að gerast til þess að koma stjórnarskrána á? Hvað þarf raunverulega að gerast? Sko, bara það þarf að gerast það sem að gerast. Bæði það að fólk sé vakna til vitundar og krefjast þess og það að við höfum náð 43.423 staðfestum undirskriftum er alltaf bara kraftaverk þegar við settum markmið á 25.000 og með öllum erfiðleikunum sem voru í gangi að fylgta fólki sem að taldi sig vera búin að skrá sig og datt út og svo framvegis. En það sem skiptir mestu máli er eins og Arnfríður benti á, þetta er komið á dagskrá og þetta er komið á umræðu og það eru stjórnmálaflokkar sem hafa þetta á dagskrá og vilja leggja þetta fram. Hverjir eru það? Píratar og Samfylking? Já, og ég held Flokkur fólksins hefur verið allan að hluti af þeim styðjandi. En sko, það sem við höfum bent á og væri raunhæfur möguleiki í stöðunni fyrir sitjandi ríkisstjórn er að taka fyrir breytingarákvæði á stjórnarskránni til þess að reyna að bæði halda andliti gagnvart þjóðinni sem er orðin ansi reið og langþreytt á því að lýðræði sé ekki að virka og það sé ekki verið að hlusta á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar, að breyta þá allavega þessu breytingarákvæði að þegar að við ætlum að gera breytingar á stjórnarskránni að þá liggi loka svari hjá þjóðinni. Að ný stjórnarskrá verði lögð í dóm þjóðarinnar? Já. Og hver á að leggja það fram? Alþingi? Hvað segirðu? Hver á að leggja fram, hver á að klára stjórnarskrána? Er það Alþingi? Að klára hana? Sko, já, og vinna með þessi drög stjórnarráðs eins og þjóðaratkvæðagreiðslan hvað á Já, ég vera með, þú veist, það er búið að vera í meðferð í Alþingi að þið viljið að Alþingi klára hana í anda stjórnarskrárinnar. Ég hef ekki skoðun á því hvort að stjórnlagaþing eða Alþingi, bara það sem er líklegra til þess sko, ég hef trú á því að við getum gert þetta eftir næstu kosningar. Mér finnst það mikil samstaða þetta mál og fólk eins og Arnfríður líka var benda á að setja í samhengi við COVID. Þetta skiptir öllu máli núna að við stígum þessi skref til valdtemprunar og valdtemprun á sérhagsmunum þegar að það liggja svona miklir almannahagsmunir undir. Það eru gríðarlegar breytingar og við erum að sigla inn í gríðarlega erfið tímabil þar sem að margir eru búnir að missa vinnuna og þurfum að hugsa þetta svolítið upp á nýtt. Og stjórnarskráin er bara eitt mikilvægasta og stærsta skrefið sem við getum tekið í því að fara að tryggja hagsmuni heildarinnar. Ég skoða þessu líka. Já, ég verði alltaf að gefa botnandi þín. Já, þakka fyrir. Já, ég held að sé rétt eins og Arnfríður og Helga benda á. Þökk sé einmitt samtökunum hennar Helgu og Katrín Odds í samtökum nýja stjórnarskrá og unga fólkinu sem hefur tekið þetta á sína arma. Nú er aukinn byr með það sem hefur verið undanfarna ár. Af því að auðvitað verður maður vígmóður af því að berjast fyrir þessu árum saman eða áratugum jáfnvel. Alþingi er náttúrulega ekki bara óhæft til þess að gera þetta eins og það er sýnt í 70 ár, heldur er þetta vanhæft. Maður segir mér ekki einn sína eigin starfslýsingu. Þannig að það sem þarf til, eins og þú spurðir Gunnar Smári, er einmitt sjálfstætt stjórnlagaþing og þá vil ég minna á það að bæði var nú tillaga það í stjórnlagaráði sjálfu að framvegis í stjórnarskránni bara breytt með stjórnlagaþingi, en hún var eins og sumstaðir er. Já, en svo tillaga var felld, einhverjir töldu þetta og þarf skort á lítillæti að telja að fólk eins og við ættum að breyta stjórnarskránni framvegis, en ég var nú stuðningsmaður þessari tillögu og flutningsmaður held ég. Hins vegar vil ég minna á annað sem að fæstir virðast muna,
að fyrstu tillögurnar stjórnlagaþing voru einmitt þess eðlis og þetta man ég vel að því ég samdi nú fyrst frumvarp það einn fyrir Framsóknarflokkinn af öllum flokkum og síðan ásamt Björgu Thorarensen og Páli Þórhallssyni held ég og þær gengu út á það að stjórnlagaþing yrði sjálfstætt, þar að segja að það setti stjórnarskrá sem yrði bindandi þegar þjóðin myndi samþykkja það. Þannig að Alþingi var hreinlega sniðgengið. En þetta sá sjálfstæðisflokkurinn að sjálfsögðu sem stórkostlega hættu fyrir sig og Alþingi og beitti málþófi fyrir kosningar 2009 og þess vegna var úr þessi millimóðslaust ráðgefandi stjórnlagaþing og ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla með lögum frá 2010. En aðaltillagan og langt besta tillagan var sú sem kom fram fyrir kosningar 2009, strax eftir hrun, að sjálfstætt stjórnlagaþing fengi stjórnskipulegt vald til að setja stjórnarskrá og meiri sé að dæma sitt eigið lögmæti. Og það viljum minna á vegna þess að Hæstiréttur misbeitti valdi sínu og dæmdi þvert á eigin fordæmi og úrskurðaði eða ákvarðaði þetta kjör ólögmætt og það var nákvæmlega þess vegna sem að lagt var til af okkur að stjórnlagaþingi myndi úrskurða eigin lögmæti eins og gert var á 18. öld þegar þing ákváðu að þingið en ekki dómstólar kóngsins og embættismannanna myndu úrskurða lögmæti eða ólögmæti kjörsins. Þannig að þetta er leiðin, sé ég, aftur núna þegar að fengin þessari reynslu, þegar þessir tveir, kerfis þröskuldar hafa stöðvað þetta núna síðustu 10 árin, það sé Hæstiréttur fyrst og svo Alþingi. Og ég fara með þetta aftur til þín, Helga, er þetta eitthvað svona, er þetta krafa sem að make sense? Já, algjörlega, þetta er stórgóð hugmynd og algjörlega bara í samræmi við okkar kröfur. En mér finnst líka svo gott að Gísli minntist á það, sko, við erum að átta okkur á því að það er stór hluti af fólki sem ekki á þessum undirskriftalista af því þau eru ekki orðin 18 ára. Unga fólki okkar sem svo þvílíkt að vakna til vitundar núna og ungu konurnar sem að stóðu að þessari samfélagsmiðla herferð algjörlega upp á eigin spýtur, sko, þær hafa lyft grettistæki, við skulum ekki vanmeta unga fólki okkar. Þau vita alveg hvað í húfi fyrir sig. Kristinn Már, þessi tillaga, stjórnlagaþing sem er, setur leikreglunar og þingið hefur ekkert með að gera, en Alþingi þyrfti náttúrulega að samþykkja breytingar á stjórnarskránum til þess að þetta veri hægt. Er þetta fýsileg leið? Er möguleiki á að þingið, þótt hún sé ófærum að semja stjórnarskrá eða afgreiðana, að þau gætu tekið áhættuna á þessu að stjórnlagaráð sem yrði kjörið í almennum kosningum myndi setja þjóðinni stjórnarskrá sem að svo líklega yrði borin undir fólk? Já, sko, ég er sammála Ragnari að ég held að Alþingi mun ekki láta frá sér völdin bara svona upp á grínið eða með einföldum hætti einhvern veginn án þess að á bakvið það liggi einhver þrýstingur, sko. En ég held að spurningin er, sko, hvernig kemur í gegn þessu frumvarpi í heild og eða gætur komið í gegn skrefinu að Alþingi láti frá sér völdin og við klárum sem máli bara sjálf. Þannig að þetta eru svona tvær aðskildar spurningar. Ég held að svara við báðum spurningu sé að það muni þurfa ákveðin þrýsting og talsveit mikinn þrýsting, hugsanlega. Allavega hefur verið reynt að koma vitinu fyrir elitunni núna í talsveit langan tíma, 8-9 ár, eitthvað svoleiðis, og það hefur ekki gengið, og það hefur þurft meiri þrýsting. Þannig að ég sé fyrir mig, sko, ef við horfum á þetta bara raunhæft, svona pólitískt, þá held ég að það þurfa að koma til talsveit mikil samstaða almannasamtaka og svolítið breið samstaða og þá er ég að horfa til verkalýðshreyfingarinnar, öryrkja og hugsanlega annara svona stóra almannasamtaka. Ég held að þurfi eitthvað svona stærri og breiðari samstöðu meðal samtaka, ekki bara meðal almennings, það er að segja vitundavakning, ég held hún sé ekki nóg, ég held að þurfi beinan þrýsting hagsmunasamtaka almennings til þess að koma þessi gegn. Og svona ef ég ætti að veðja, þá myndi ég nú líklega að segja að það væri nú svona taktískt betra að klára
tillögun að breyta breytingaákvæðinu, það er að segja að breyta því þannig að stjórnlagaþing almennings, og ég held að það skipti máli hvernig það er útfært, ég myndi slempi velja frekar heldur en kjósa í það til dæmis, það er mjög mikilvægt hvernig það er útfært og gert, en ég held að það væri mjög fín lausn til þess að halda málun áfram, bara til frambúðar að þá setja almenningur og ákvæði stjórnarskrá og Alþingi bara láti frá sér þetta vald og við þurfum ekki að eiga við elitinu lengur í þessu máli. Ég held að það væri best og það er eitt af ákvæðanum sem ég hef svo sem gagnrýnt hjá stjórnlagaráði og Gísli hafði alveg rétt fyrir sér að hefði verið miklu betri lausn í tillögum stjórnlagaráðs. Og það var svo sem ekki ný lausn. Ég meina Hermann Jónasson bara stuttu eftir 1944. Þingmenn sáu það alveg stuttu eftir 1944 að það myndi ekki takast að ná samstöðu meðal elitunum heila nýja stjórnarskrá. Þannig að tillögur stjórnlagaþing sem var ekki skipað bara þingmönnum, það komið fram strax 1948 held ég og síðan aftur 50 eitthvað og 60. En síðan bara dómálið áratugum saman. Það náttúrulega loksins tókst að koma á stjórnlagaþing. Jóhanna Sigurðardóttir lagði náttúrulega tillögur á 10. áratugnum stjórnlagaþing og svo framvegis og síðan verður hún forsætisráðherra og þá klárast það. Bara svona í söguljósi, en ég held það þarf talsvert miklu og breiða samstöðu til þess að koma annarkvort breytingarákvæðin í gegn eða þá frumvarpin í heild. Ætti ekki... Gunnar. Já, Gjörsvöld. Mér virðist að Alþingi hafi viðurkennt vanmátt sinn þegar það tók þá ákvörðun að stofna til stjórnlagaþings. Hins vegar fengum menn bakþanga. Við höfum aðeins talað þjóðaratkvæði og ekki allir sammála að þau skipti miklu máli. Einn þáttur slíks þjóðaratkvæðis skiptir að mínu máli mjög miklu máli og það er svo umræða sem fer fram sem að virkjar nógu marga. Það var talað hinn stóru samtök almennings eins og Öryrkjabandalagið og önnur samtök. Við höfum frekar veikt borgaralegt samfélag og því borgaralegt samfélag er ekki nógu sterkt og öflugt og tekur ekki nægan þátt í umræðunni og hefur ekki næga áhrif á valdhafana og bara þjóðaratkvæði myndi virkja í borgaralega samfélag betur en gert hefur verið áður. Og svo get ég náttúrulega aldrei komist hjá því að minnast á hennan tilfinningarlega þátt málsins sem er það að mig voru alltaf dreymt að við öll þessi eigi sína eigin stjórnarskrá sem að við getum eins og Jón Sigurðsson sagði virt og elskað. Við heitum í lok þáttarins Ragnar að við skulum sjá til þess að þú munir njóta þess dags áður og kveður okkur. En ég ætla að kveðja ykkur og þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna. Mér fannst þetta áhugavert, draga upp ýmsar hliðar á þessu máli. Ragnar Arnþeinsson, Gísli Tryggvason, Arnfríður Guðmundsdóttir, Helga Baldvins Bjargar og Kristín Már Ársælsson. Ég ætla ekki að hlustendur fyrir að vera hjá okkur í þessum þriðja þættum dómsmál. Ég sem að sögða í Ragnar að koma kannski einu sinni enn. Hann nefndi rétt almennings til uppreisnar og hann var á einhverjum útvarpsþætti eða eina helgi þar sem hann talaði að fólk hefði rétt á að rísa upp og það var svolítið úlfaþýttur það. Kannski fæ ég því seinna Ragnar til þess að ræða þann rétt almennings til að steypa stjórnvöldum eða gera uppreist gegn stjórnvöldum sem ekki fara að vilja lýðsins. Sjáum til. En á morgun verður rauðaborðið hér. Þá ætlum við að tala annað mál sem er búið að vera lengi í deglunni og það er Evrópusambandið. Við ætlum að tala það svolítið hvað það fyrirbrigði er raunverulega í dag, hvað sé í gangi þar, fyrir hvað það stendur og hvert það er að fara. Kannski frekar heldur en að dvelja of mikið hvort að við eigum að fara þar inn eða ekki. Heldur ætlum við bara fjallum Evrópusambandið sem hvort sem við erum á leiðinni þangað eða ekki er náttúrulega okkar stæðsti og öflugasti nágranni býst ég við. Ég hvet ykkur til þess að fylgjast með því og hér á samstöðinu náttúrulega fjöldi annarra þátta. Þeir geti farið inn á síður samstöðarinnar bæði á Facebook og YouTube og skoða það og fylgst með. En ég þakka ykkur aftur kærlega fyrir og bið að heilsa.